Og áfram höldum við verkefni 04 tungumál á blaðsíðu 76. Við erum komin í næst síðasta liðin þar sem bætum inn symbols og icons. Ég ætla að staðsetja bendilinn hérna allra síðast, hafa smá bil og við veljum síðan insert og hér undir symbol er hægt að velja eitthvað sem maður notaði síðast eða fara í more symbols og fá upp fleiri töflur. Hér er vingdingstablan valin, það er að því ég var að nota hana síðast, en það eru fleiri töflur, svo symboltablan og webdings. En veljum hér bara nokkur og það þurfi ekki að vera sömu táknin og eru sýnd hér. Veljum og setjum svo insert. Og þið þurfi ekkert að velja akkurat þessi, veljið bara nokkur. Svona 4, 5, hér er svona hakreitur og alls konar örvar. Setjum insert og svo bara close og þá er ég komið með hérna nokkur tákn. Hér er hægt að líka velja táknin og setja stafabil á milli. Þetta er bara eins og einn stafur og þar alveg getur farið á home og þess vegna stækkað og þið sjá að það stækkar þá. Þá getum við sett bil hér á milli ef við viljum eitthvað draga þetta í sundur. Það er nú svo sem aukatriði. Og undir icons þá ætlum við að ýta hér á eftir seinni línu og enter til að fá auka pláss og undir insert hér og hér undir illustration veljum við icons og þá fáum við upp svona flokka þar sem við getum valið alls konar teikn úr eða myndtákn og við getum þess vegna valið eitthvað þessum eða þessna bara sett inn á ensku þar það er að vera og til dæmis ef ég ætla að fá letter þá fæ ég eitthvað í þessum dúr. Það kemur hak hér við og við getum svo valið eitthvað annað. Handlit eða face og þið megið ráða hvað þið veljið. Og ég ætla svo að velja hérna hús eða house. Og hvað? Arrow. Þið getur líka valið úr flokkun og það fer þetta svona hvað hæfir tilefninu. Og ég er búin að haka við 4 atriði, 4 myndtákn, vel svo ok og þá koma þeir svolítið stór. En raun og veru þá er hægt að líka þetta er eins og eitt tákn, eitt stafur og við getum stækkað og minnkað. Hérna allra síðasti skjalið ætla ég svo að bæta inn tilbúnum formum eða undir shapes og setja inn eitt smartart. Það er valið undir insert og hér shapes veljum við og hérna eru ýmsir flokkar. Þetta fyrsta er undir flowchart hérna neðar, til dæmis þetta hér. Svo teiknum við það bara með músinu hér á og athugið þá opnast nýr borði shape format og þar getum við valið að breyta fyllingunni, útlínunum og fengið þess vegna einhverja skyggingu eða þrívídd eða annað og þetta er bara valfrjálst hjá ykkur. Hér er hægt að velja bara einfalt og ef við erum með texta inni, hægri mús og yfir og veljum add text, þá er betra að hafa þetta svona eitthvað einfalt. Þetta form er, þið var ráðið hvað ég setja þarna inn, ég ætla að velja annað, smellið til hliðar, insert og shapes og það er hér undir basic shapes, til dæmis hérna skýið og athugið það þarf ekki að vera nákvæmlega. Reynum að hafa það innan spássunar en hér passar einmitt ekki að hafa það svona blátt eða svona litað. Ég ætla að velja hér eitthvað en undir fyllingunni getum við valið þessin einhver ljósari lit. Það er alveg hægt. Úrlitnar ætla að hafa aðeins öðruvísi, shape outline. Vel hérna til dæmis strik, það væri líka hægt að hafa punktalínu og svo gæti ég haft það þykkara þess vegna. Þá vel ég veit hér og get þessna haft línutna þykkara þessu ráði, hægri mús og add text og hér er hægt að setja inn einhver texta. Á sama stað undir insert shapes og basic shapes er hægt að fá svona broskall og við teiknum hann og svo ætla ég bara að taka afrit á hann með Ctrl+C og líma hann inn aftur og fá annan alveg eins og breyta því svo bara.
Ef ég toga hér í gula punktin sem að myndast hér í munnvikunum, þá get ég togað það upp og fengið fílukall. Og undir shape format er svo hægt að hafa fyllinguna allt öðruvísi. Þið ráðið þessu alveg. Og útlínurnar þess vegna allt öðruvísi. Þá ætlum við að bæta við einu svona smartarti. Það er undir insert, smartart. Og þetta hér sem er valið hér er undir process. Aðeins hérna neðar á listanum, en þið mættu þess að velja hvað sem væri. Basic bending process, veljum það lítur svona út og kemur svona, en þá þurfum við að passa að minnka það og við getum dregið það bara til hérna. Þegar við ætlum eitthvað að færa þetta til, að þá verðum við alltaf að velja hérna layout options, við viljum geta fært þetta til með bara þess vegna annarkvort in front of text eða behind eða square og röðum við svo hér eitthvað starf. Ég vil hafa þetta lítið mjóra og ef við byrjum á því að hérna velja og fara svo í Smart Art Design, þá er hér hægt að þessna skipta út fyrir eitthvað annað. Vel þetta. Og ég get breytt litunum, það er hægt að velja alls konar liti og þið megið svo sem alveg gera hvað sem er. Ekki málið og ég ætla að velja bara hér eitthvað einfalt og þægilegt. Þið sjáu það er hægt að velja allt mögulegt og hér ef þið farið í þrívíddina aftur, þá er hægt að fá það svona svipóir í bókinni. Og ég ætla bara að mjóka þetta liti, en til að svo fylla inn textan sem á að fylgja, þá er lítilur hér á vinstra megin við og lítilur, opnum það og hér myndum við setja inn textan. Ef við þurfum að fá einni viðbót og ýta á enter, þá getum við bætt inn texta og fylla svo bara inn í og þið gerir hvað sem er. Og þið megið svolítið ráða þessu, þessna hafa meiri liti. Svo getum við staðsett þetta eins og okkur hendar. Þá ætti þetta verkefni að vera komið hjá okkur og þið bara rennið yfir hvort það sé ekki alveg full móta allt